segir Steindi Junior hér í laginu Dansaða af mér. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og beint á móti mér stendur engin annar en Pétur Jóhann Sigfússon. Vertu velkominn. Pétur Jóhann. Hvað segirðu? Takk fyrir það, sömuleiðis. Pétur Jóhann in the house. Þú ert ekkert búin að gleyma íslenskunni þó þú sér búin að vera lengi út í Bandaríkjunum. Nei, ég þurfti ekki langan tíma til að átta mig á íslenskunni. Nei, hún rifjaðist fljótt upp fyrir þér aftur. Já, bara leið og flugvélin byrjaði að lækka sig. Ég kom í morgun, sko. Þú kom, þannig að það smá svefngalsi eða bara. Já, það var eiginlega orðað þannig. Það ágætt því að við erum að fara í mikinn fíblaskap og þá oft gott að vera í svefngalsa. Já, þetta og það eiginlega hægt að mæla með því bara við hlustendur að þeir bara séu í svefngalsa líka. Já. Þeir sem eru ekki í svefngalsa, þeir kannski skilja ekki gríni sem framöndan. Nei, en það veist það, ég var endur ekki í svefngalsa þegar við vorum að taka sumt að þessu upp og ég hefði mjög gaman að þessu. Þetta er þvæla. Frá upphafið til enda. Nei, það er gríðarlega þettur þáttur hérna hjá okkur Pésa í dag. Þetta er bara prump og rassa og hítahúma. Pétur keypti einhverja nýja græju út í Bandaríkjunum. Hvað er þú? Ég var að ná hérna. Hvað er hún? Er hún frammi eða? Hún er frammi, ég glemdi henni með það. Ég er að ná hérna. Þú voru að ná hérna fyrir símatið. Hann sem sagt, var stattur í einhverju molli hérna í Bandaríkjunum og keypti svona, hvað heitir þetta? Svona raddbreytingatæki. Já. Þetta er svona gattæki, eða ekki? Já, þetta heitir Spy Gear. Spy Gear. Og þetta er svona gallarhorn í rauninni. sem maður breytir á því röddinni þegar þú dalar í það. Það verður svona stór engilni. Má ég hlaupa á það? Nei. Jó, náði það. Ætlar þú að spjalla við fólki á meðan? Ég skal spjalla og segja hvað er að fara að gerast inn þættinum. Þetta er mjög fyndið, hann er farin á stað hérna, Pétur, hann hleypur eftir göngunum. Það var enda mjög gaman að segja frá því að þegar hann mætti hérna áðan í vinnuna, hann var mættur 2:00, þá var hann með eitthvað rosalegt glott á sér og var að fela eitthvað í úlpunni sinni og hann var svona eins og lítill krakki, hann var svo spenntur. Svo reif hann upp þetta, raddbreytingatæki sitt eða gjallarahorn eða hvað sem að hægt að kalla þetta og hann þarna heyrist ekkert hvað það segja, sko. Heyrist ekki, nei? Nei. Það er bara því besta. Annað skiljið. Þetta tæki kemur við sögu hér í einu símaatinu á eftir. Svo ætlum við líka að fara í orginu og þá, grauturinn eins og við máka að kalla þetta núna. Þá tökum við bara allt sem við höfum verið að gera þegar við erum að fýblast í fólki og bara hvað segir kettlinn, tong, þetta tæki, prumpublaran, allt og það er allt í sama atinu. Já, allt í sama atinu. Þannig að það er algjör veistla, svo er hann líka á leiðinni til okkar, hann Andri á Flandri. Nú, hvað er þetta? Eða Andri Freyr Viðarsson. Það er meiri átt. Já, hættu að tala í þetta tæki. Hvað mennur? Ég ætla að tala lítið í allan dag. Nei, þá verður allir góð með leið á þessu tæki þegar það loksins kemur að símaðurinn. Það er ekki, bara gaman að því. Þá er Andri á Flandri líka á leiðinni til okkar. Við ætlum að fá að vita 10 hluti Pétur Jóhann Sigfússon sem við vissum ekki. Ég bara enda búin að skrifa 6. Já, þá ertu bara að skrifa 4 viðbót hérna meðan að þú hefur þetta tíma meðan að lögin er í gangi. Já. Nei, ég er búin að skrifa ykkur. Ertu búin að skrifa þetta? Já, ok. Glæsilegt. Þannig að, eins og þið heyrið kæru hlustendur að þá er þéttur og skemmtileg þáttur. Svo er náttúrulega karaoke á sínum stað. Þannig að það er bara allt að gerast hjá okkur. Nei, er það? Ég var eiginlega orðin góður að þessu karaoke. Já, þegar þú byrjar að tapa. Já, ég held að við ættum ekkert að vera að fara í karaoke í það. Já, við getum skoðað. Það er svo mikið að gerast hjá okkur og kannski við getum svo tími að. Nei, jó, við verðum að hafa. Það er svo snöggur að breyta um. Já, þetta var bara svona eitthvað fíblagangur í mér. Ég skilði, þú átt að til að fíblast. En hvernig áttu eitthvað að sögand okkur í Bandaríkjunum? Sveppi sagði mér í gær að þú keyptir eitthvað tösku sem hafði verið gríðarlega montina. Eitthvað fullt á hólfum og eitthvað Samsonite tösku. Sagði hann frá því? Já. Og þá þarf ég að stróka út einn hlut sem þið vissu ekki mig hérna. Það er snild. Ekki var það einn af hlutunum að þú hafði keyptir tösku í Bandaríkjunum. Nei, það var svona því tengt. Það er eitthvað að halda það hérna. Nei, hann sagði bara frá þessu í lokin. Hann sagði að þú myndi segja okkur frá þessu. Já, ég gerir það. Já, það er eiginlega það eina sem ég geti hérna. Já, ok. En það var ekki taska, það var bakpóki. Já, bakpóki, alveg rétt. En hvað? Já, kallið minn. En varstu mikið... Ég skal segja meira frá honum og eftir. Já, ok. En varstu mikið í Wet n Wild og öllum þessum skemmtigörðum? Ég held að við verðum sko 6 í Wet n Wild. Já. Allavega 4 sinnum. Ég mani þetta ekki. Nei. Það rennur allt saman í eitt sko. Þetta Wet n Wild sko er bara... Þetta er bara vassrennibrauta orgía. Ég veit, þetta er bara paradís.
Ég verð bara, ógeðslega gaman. ég verð 6 ára aftur þegar ég fer í svona garða. Já. Ég elski þetta. Svo fórum við náttúrulega í Disney World og við fórum í Universal Studios. Hvað var skemmtilegast? Og svo fórum við í Universal Studios Island of Adventure og það án eða skemmtilegasta garður. Island of Adventures. Já. Okay. Þar er þess að rísastórt Harry Potter bara hverfi. Já, tjóðlega það er spennandi. Sem nei, veistu það, þegar þú kemur hana, ég var eins og þú, Harry Potter hverfi. Þú veist, þegar maður kemur hana, þetta er kjaftaðis. Ég hef aldrei síðan aðeins. Því ég hef aldrei verið einhver Harry Potter fan, sko. Nei, ekki heldur. Nei, ok. En það er vangjöfið. Það er bara eins og þú sett komin inn í fucking bíómyndina. Það er ekkert annað. Svo er Jurassic Park bara rísa svona garður þar sem þú ferð bara í gummibát og það eru bara allar eðlunar, T-Rex og allt að helvít strasli þarna bara. Og raunverulegar eða? Raunverulegar, já. Þær eru bara á hreyfingu og koma upp úr vatninu og út úr trjánum og það er bara í fullri stærð. Og það er Spider-Man sko svona virtuality bara geðveiki. Þetta er geðveiki, skilur. Svo er Hulk rússíbanið hana. Hulk rússíbanið með vangju. Hulka, whatever. Hann er geðveik, sturglaður, sko. Og svona geti ég lengi haldið áfram. Já, þetta hefur verið veistla hjá Pétri Jóhanni Sigfússyni og ég hvet ykkur kæru hlustundur þeirra leiðinni til Flórida. Farið í Hulk. Rússíbanið. Vá, hvað ætlar eitthvað að fara að staldra við það? Ég tali vitlaust. Nei, alls ekki. Enda er ég búinn að setja lagið á Cooler Than Me á og já, þess að dana, Pétur. Þegar ég var út í Bandaríkjunum, þá sagði ég alltaf Where's the Hulk? Where's the Hulk? Rollercoaster. Þeir skildu það alveg. Nákvæmlega. Hlusta hér á Cooler Than Me, frábært lag hér á ferðinni í FM 95 Blöð. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, kominn aftur hér eftir stuttfrí í Bandaríkjunum. Þetta lag, nei, ég ætla ekki að tala meira um þetta lag, við ætlum að vinda okkur í slúðrið Auðun Blöndal Q-inn. Slúðrið í FM 95 Blöð. Var Johnny Depp að koma sinni í en bíl? Ég veit ekki, ég hefur heyrt eitthvað. Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 Blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blöð. Komið þið sæl og velkomin í slúðrið hér í FM 95 Blöð. Ég, eins og áður sagði, heiti Pétur Jóhann Sigfússon en við stjórnanda slúðursins velkomin á svið og það er Auðun Blöndal, gjörið þið svo vel. Takk fyrir það, Pétur. Ég ætla að byrja slúðurpakkan á George Clooney en hann er búinn að vera á föstu núna með huggulegri stúlku sem heitir Stacey Keibler og eru þau búinn að vera saman núna í einhverja 14 mánuði. En nú vilja vinir George Clooney meina að það séu komnir einhverjir brestir í sambandið. Já. Og þeir segast vita það af því að hann byrji alltaf að haga sér einsam George Clooney þegar hann er komin leið á ástarsamböndum sínum. Já, hvernig hagar hann sér? Þá fer hann að skipa stúlkonum fyrir og svona lætur eins og hann eigi þær, þannig að svona basically nennur þess ekki lengur, segir hérna einn vinnur hans. Og meðal annars upp á síkasti þá hefur George Clooney verið að banna Stacey Keibler að hitta hana Kim Kardashian og vill ekki að það séu vinkonur af því að finnst hún bara ekki flott pía, eða sem sagt svona grand pía. Hann er nákvæmlega eins og ég er svona líka, þeir eru leiður á gætlingunum segir með á verið að skipa þeim fyrir, segja bara, hann var skottandi með þetta fram og ég veist hugleiri tíðið maður og eitthvað svona, og bannar þeim að hitta eitthvað stelpur veitu hvernig þetta var að hitta? Herdísi? Já, þú ert ekki að fara að hitta hana maður, hún er ekki ógætlega leiðileg maður, slættu því maður, þú verður heima þér í kvöld, eitthvað svona maður, þú veist, svona er kallinn. Þið eru svolítið líkið, þú og Clooney. Mér finnst það alltaf meira og meira eftir því sem að svona, ég kynnist honum betur, eða svona heyri meira á honum. Já. Nákvæmlega eins og ég. Þannig að, já, hann hefur átt nokkra kærustur gegnum tíðina, þannig að félagar hans ættu nú að vera farin að kynnast hvernig hann líður og hvernig hann haga sér þegar hann líður svona. Segja það sama. Þannig að þeir vilja ekki meina strákarnir að þetta sambandi er mikið eftir. Nei, en það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer allt saman. Já. Og úr því förum við yfir í næsta slúð. En svona áður en ég klára þetta slúðu, Pétur, eins og núna ertu með gullfallegri stúlku. Já. Er einhverja vinkonu hennar sem þú bannar henni að hitta? Já, eiginlega
all flestar, sko. Já, ok. Þannig að það er ekkert eitthvað einn sem hefur verri áhrif á hann en önnur. Nei, ég bara, hún er bara heima á þessu, sko. Okay. Það er bara þannig, sko. Hún er ekkert, ég leyfi henni ekkert að fara neitt svona út með mig, sko. Þú ert svona harður. Já, ég er mjög harður. Já, ég hef séð eitthvað saman, Pétur, ég veit alveg hverju með buxurnar í þessu sambandi. Ég ætla að halda áfram með slúðrið. Það er þetta, maður. Það er, læst þetta Britney Spears. Okay, já. Og já, ég er með ágættu slúður á henni. Já. En það var að koma fram hérna í viðtali við mann sem er í svona herbúðum Britney Spears. Já. En nafn hans kemur ekki fram í þessari frétt. Hann var að segja frá því að allt í kringum Britney núna, hún lifir í svona a bubble, eða svona bólu, plastbólu. Já. Og það er passað gríðarlega upp á hana. Það er fylgst með öllum símtölum sem hún hringir og hún fær til dæmis ekki að fara á neti fyrir að það er búið að blokka einhverja síður þannig að hún geti ekki lesið ljóta hlutu sjálfa sig og vill að meina að Britney Spears ráði nánast engu sjálfa sig. Það sé bara faðir hennar og maðurinn hennar sem að stjórna öllu sem hún gerir öllu sem hún skoðar þannig að hún fær ekki að sjá neina neikvæða fréttir eða hringja í einhverjar vinkonur sem hafa slæm áhrif á hana og hér er þá verið að tala stelpur eins og Paris Hilton og Lindsay Lohan. Það er bara allt í slúðri núna í dag, það gengur út á það. Það er verið að banna fólki úti að hitta vinni sína. Já. Það er svolítið að hafa vitið fyrir þessu liði. Já, og náttúrulega hún fekk nett taugaáfall Britney. Þannig að maður skilur þetta svo sem alveg. Það sé aðeins verið að passa upp á hana, menn hún svona jafna sig. Hún er enda komin í X-faktorinn og svona og er að... Allt upp á við hjá henni. Já, þetta er á réttri leið allavega. Heldur betur. Og svo er það síðasta slúðrið talandi X-faktor og þá ætla ég að segja ykkur hérna frá dífonum í American Idol. Það er verið að taka núna upp nýja seríu American Idol og Mariah Carey og Nicki Minaj sitja í American Idol dómarasætum ásamt Keith Urban og Randy Jackson en það er bókstaflega hata hvort aðra og það var að koma núna vídeo að þeim á TMZ þar sem að þær eru að hnakkrífast og þetta er tekið upp á svona síma þannig að þetta átti greinlega ekki að sjást í þættinum þar sem að Nicki Minaj er að segja við Mariah Carey að hún sé dífa og tík og ætla ekki að láta lappa yfir sig svo allir aðrir í kringum hana og ég veit ekki hvað og hvað. Flott hjá hana að standa sterk á sínu. Já, hún er náttúrulega ung stúlka en þeir hafa núna gríðarlegar áhugjur þarna framleiðendur American Idol því að, hvernig verður þetta í beinni útsendingu þá er ekkert þetta kött á svona rifrildi ef þær eru að rífast eins og 100 köttur. En er það ekki akkurat það sem að þeir eru að leita? Ég er ekki viss það. Er þetta ekki ratings? American Idol hefur samt alltaf verið svona allir vinir og hlæja hvort öðru og... Já, en vilja þeir ekki fara meira út í hináttina, í þetta X-faktor? Það vera með svona catfight þeirra á milli. Ég held að það sé aldrei gott sjónvarp, sko. En er ekki X-faktor búið að vera stela með mikla hærri áhorf? Nei, það er rangt hér. X-faktor í Bandaríkjunum hefur ekki verið að fá nóg gott áhorf. Þeir eru með bæði minna en The Voice og töluvert lægra heldur en American Idol. Þannig að, Simon Cowell hefur ekki fengið það áhorf sem hann bjóst við þegar hann var að byrja að missa þætti. Því miður. Hvaðan hefur þínar upplýsingar? Ég með nefnilega aðrar upplýsingar hérna með mér, sko. Nei, ég fæ alltaf áhorf sendt á fréttaefnum. Færðu það sendt? Já, á FM-efnum, jú, preppinu hérna. Aðgang að þessu öllu saman. Já, ég segðu. Passvörðin á allar áhorfskannanir allan heim. Hvað stendur orðrétt hérna núna? Já, þetta er rétt. Hvað stendur hérna? Það stendur þú, ertu vittlýsingu Pétur Jóhann Sigfússon? Það stendur top TV shows og ratings, þannig að ég get séð þetta allt hérna fyrir. Það sem var með mest áhorf í síðustu viku í Bandaríkjunum var Sunday Night Football. Þetta er erfiður svona, maður nýkomin hérna, maður nývagnaður og þú veit ekkert annað en önnugur og var með eitthvað djöðus í skending, maður. Hvað meinar þú? Ég veit það ekki. Þetta var slúðurpakki dagsins, varstu ánægður með hann? Það var frábær. Það var alveg... bara þéttur pakki maður. Já, það styttist hér í Andra á Flandri og símaðat með nýja trillitækjunars Pétur sem hann keypti í Bandaríkjunum. Ásamt ég ætlum að heyra 10 hluti sem við vissum ekki Pétur, karaoke og fleira. Þannig að það er alltaf að gerast hjá okkur. Við ætlum aðeins að róa þetta niður. Fáum eitt kósi og gott hérna með Emily Sandé og það heitir Read All About It. Tónar hér hjá Emily Sandé. Hann er rétt og mættur innan til okkar, hann Andrea á Flandri. Ásamt því að við erum með helling af skemmtilegum, innslögum handtekur, símarekkjum og fleira. En það er hins vegar komið núna að því að velja lögin sem við viljum að syngja í karaoke. Og, ég verður alveg svo þreyttur á þessu tæki. Nei, ég er að reyna að finna taktin í þessu, menn. Já, það skilst ekkert. Já, þetta skilst.
Nú að gera að ringja í 511-0957 og hjálpa okkur að velja karaoke-lögin sem verða hér seinna í þættinum. Og, Pétur hefur harmað hérna þar. Ertu tilbúin, Pési? Já, ég tilbúin. 511-0957. Halló. FM 95 blöð, hvað verður þú til að heyra? Ég var til að heyra Smooth Criminal með Michael Jackson. Það ekkert annað. Það erfitt lag, maður. Já, ég vil alveg það takja það. Já, það er allavega að challenge. Það er nokkuð ljóst. Já. Herru, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta. Ok, smoothcriminal.in. Ert þú að skrifa þetta? Já, FM 95 blöð, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Góðan daginn, ég var til að heyra Somebody That I Used To Know með Gauti. Hvað segir þau? Somebody I Used To Know. Já, Somebody That I Used To Know. Já. Yes, herru, það er komið þetta. Ok, bye. Já, alveg rétt, en Somebody That I Used To Know. Alveg rétt. Ok. Herru, þá er það næsti, FM 95 blöð, hvað verður þú til að heyra? Heyrðu, bara eitthvað með Whitney Houston. Eitthvað með Whitney Houston? Já, I Wanna Dance With Somebody. Já, það er nú svolítið Pétur. Já. Það ekki? Já, það er ekta ég maður. Já, svona karlkyns Whitney Houston. Já. Já. Ooh, I wanna dance with nobody. Nobody. Herru, við skoðum það. Já, ok. Takk, bye. Hljómar vel, sko. Hljómar vel. Já, Whitney getur verið gott. Við erum að velja þetta karaoke-lög. Hvað verður þú til að heyra? Ég var til að heyra eitthvað með Rammstein. Eitthvað með Rammstein? Já, þú hast á eða? Eitthvað fyrir pólsku vinnin mín, en það er Rafal og Russland. Ok. Du hast mig. Það er endar grjótart lag, við skoðum þetta. Ok. Ok, vinnur, takk fyrir að ringja. Ánægði með hennan. Já, hann vildi fá þýst Þetta er líka- Rammstein. Já, þetta er líka, þú veist, að vera svo gaman að heyra á þessari stöð, sko. Já, ég veit það. Og, Svo við séum að eðalega með að syngja. já, en hvað verður þú til að heyra? Ég? Já, blessaður. Ég var til að heyra I Was Made For Loving You með Kiss. I was Það er bara góð lög. made for loving you, baby. Já, það er líka hljómar mjög vel. Hvað verður til í að heyra Ötta, syngja það? Ég var til að heyra þetta syngja það, það verður snildin. Það ekki? Það er aldrei að vita. Við ætlum að tekka okkur tveimur og takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Herru, það eru komin 5 góð lög, við ætlum að taka 2 viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Herðu, núna ertu farin. Er ekkert að hafa íslensk lög? Nei, það er nefnilega ekki hægt að taka íslensk. Því miður. Herðu, þá bara eitthvað með hérna... Ég ætla að segja Chris Rock. Hvað heitir hann aftur? Já, Bon Jovi. Eitthvað með honum. Eitthvað með Bon Jovi. Bon Ok. Jovi, já. Það er nóg að velja þar, maður. Þvílíkur eðal tónlistarmaður. Það er ekki. Herru, takk fyrir þetta. Ok. Ok, þá tökum við síðasta hér inn og hvað verður þú til að heyra í karaoke? Herru, ég var til að heyra Pétur taka Gangnam Style. Gangnam Style. Dansin og allt maður. Hvernig er það? Að Gangnam Style, þetta er viðbjóðslega erfitt en oi hvað ég verður til að heyra það syngja þetta líka. Við skoðum það, ef það er til á karaoke þá held ég alveg niða. Er það ekki? Oi, þetta hljómar illa, drengur. Hvað er það að reyna að gera með það? Að Gangnam Style, hefur ekki heyrt þetta lag? Nei. Þetta er vinstrasta lag í heimi í þetta. Í alvöru? Já, erum fáum einn en, hvað verður þú til að heyra, kæri hlustandi? Ég? Já, Já, blessaður. Blessaður. ég sir. Ég vil heyra það sem er búið að vera minnst spila á FM 97. Hvað er það? Já. Ég veit ekki, bara eitthvað sem er... Já. Já, eitthvað sem er lítið spilað, Metallica eða eitthvað. Já, bara eitthvað sem er aldrei spila. Bara 2 sem er aldrei spila. Ok, við tekum á því, aldrei að vita. Já, við tekum að því, þetta hljómar vel, ég er mjög sammálun. Já, það er Karaoke á eiginlega að vera vettvangur til að spila lög sem eru aldrei spiluð. Já, En það er sorglega við að við erum að eyðalega þau. Ég veit það er svona versta við það. Við ætlum að fara hérna í örstuð skilaboð, svo er það sturlaða staðrindi, 10 hlutir sem þið vissuð ekki, Pétur Jóhann, Andri á Flandri, vinnur okkar, Andri Freyr á leiðinni til okkar í heimsókn og svo síma með þessu tækjans Pétur, svo fint að klára það, hann geti hendi. Förum í örstuð skilaboð. Betri blandan með Rikka G. Virkvöld frá klukkan 18 á FM 957. Castello, ekta eldbakaðar pítsur. Castello Kópavogi og Hafnarfirði. Sími 577 33 33. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúatæ.
stöðugur straumur bíla og fótgangandi fólks á flótta undan átökunum liggur nú út úr borginni. Skriðdrekar hafa verið á ferli hér í miðbænum og höfuðstöðvar uppreisnarmanna eru þær í bílakjallara hörpum. Einn viðmælandi minn segir að skriðdrekasveitir hafi lagt undir sig Breiðholtið og hann telji að loka orrustan. Sem betur fer þurfum við Íslendingar ekki að búa við svona ástand. Göngum til góðs á laugardaginn fyrir þau sem eru ekki jafn heppin. Rauði krossinn. Já, ég með. Ég kom í gegn þetta. Einn má. Einn má. Já! Klassi. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Hefur þú prófað alvöru kebab? Kebabcenter, Dalvegi 2 Kópavogi. Sími 581 1717. Túle uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Lít Rúður, Hafsteinn, Björn Bragi og Rökkvi Vésteins. Frítt inn og tilboð á barnum. Eitt besta úrval fæðubótarefna á frábæru verði. Höfum opnað nýja verslun í Holtagörðum og erum líka í Glæsibæ. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Kæru hlustendur og þá situr Pétur Jóhann Sigfússon með mér hérna í stúdíónu og það svo gaman að vera búinn að fá hann hérna aftur. Og eins og við komum inn á hér fyrir þættunum að þá keypti Pétur Jóhann Sigfússon einhverja græju þarna út í Bandaríkjunum. Sem að reyndar, ég vil meina þessu ekkert bestu gæði heim í þessu. Hvað meinar þú? Þetta alveg bara, þetta endalaust fyndið. Maður skilur ekkert hvað þetta segja þarna tíma. Auka atriði hvað ég að segja. Já, ok, þetta hressandi. Og Pétur hins vegar búinn að spá lengi í hvað hann eigi að gera með þessa græju og hann vill ringja núna í einhverja efnalög og já, ég ætla bara ekkert að skipta mig neitt meira að þessu, ég ætla bara að leyfa honum að láta gamminn geysa. Þetta aðeinslegt. Shit, heyrt mennarðu. Ertu tilbúinn? Best að segja heyrt, já. Heyrðu, býtu, ég er að spá, sko, hvaða rödd á ég að vera með, sko. Það veist. Þessi fín. Ég er að ringja núna. Að ringja. Góðan dag. Já, góðan daginn. Daginn. Heyrðu, ég kom hérna með jakkaföt í hreinsu okkur daginn. Já. Og það, sko, ég er langt tróðið að vera ánægð með vinsluna á sig á okkur. Það hengur aðeins. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Kom hérna með jakkaföt í hreinsu okkur daginn. Já. Og það er bara eins og hafi verið hamað, það var blettur í þeim, sko. Já. Og það er eins og hafi verið hamað svo mikið á blettum að... Þú dettur út. Ég verð að biðja að hringja aftur, það er einhver truflun á línunni. Ég er að segja við þið, bletturinn hefur ekki náðst úr. Já. Þið hefur nuttað þetta allt of mikið. Það er einhver truflun á línunni. Ég er að segja við þig. Já. Já, að bletturinn. Já. Þið hefur nuttað hann allt of mikið. Ég verð að fá að sjá þetta. Sjá hvað? Fötin. Það klúðra því að þrífa jakkaföt. Það er nú ekki venjan að því sé klúðra hér. Halló. Halló. Heyrur ekki í mér? Nei, ég heyri bara svona... Hvað er bilaðu síma hjá okkur líka í þokkabót? Nei, það er ekki bilaðu síminn hjá mér. Nei, er allt niður ykkur þarna? Algjörlega með ólíkitt og hvernig... Þetta er hrikalegt. Þú varst líka svo hérna og það var svo hark. Reiður. Já.
Nú var bara hræddu. Af því ég sagði niður ykkur. Herri, ég skal... Ok, klippum það út. Ég skal samt gefa þér það, Pétur. Þetta var 10 svona skemmtilegri. Var það? Já. Andri og hún bara, herðu, það eitthvað vesen á línunni og þú bara... Já, þetta var skemmtilegt. Gerum einn í viðbót. Einn í viðbót, ok, ertu tilbúinn? Einn í viðbót, þar sem ég byrja á röddinni, sko. Skilurðu? Já. Já. Er þetta líka? Þetta er efnalög líka. Hvar er hún? Já, veist ekki. Bara árið eitthvað vesen. Það er góðan dag. Halló. Halló. Heyrðu í mér? Já. Já, hvað er eitthvað, klikkast á símanum hann það? Ég veit ekki, það er bara blablabla. Hvað segirðu? Það var bara að syngja lalalala. Heyrðu, þetta ætlar ekki að ganga. Ég kom þetta með jakkaföt í hreinsun til ykkar. Hæ? Ég kom með jakkaföt í hreinsun til ykkar sem ég var ekki ánægð með. Nú? Já, því að við nuttaði þetta allt og mikið, það stóð sér á jakkafötunum, það var blettur í þeim þegar ég kom með þetta til ykkar. Hvar er þetta? Veistu annað? Þetta er á jakkafötunum mínum. Já, komdu bara með þau. Já, hvað meinarðu, hvar er þetta? Þetta er á ægisíðu 115. Nei, þú varst að spyrja mig hvar þetta er. Þetta er á jakkafötunum mínum. Já, ég heyrði það. Er bilaður hjá við síminn í þokkabót? Ég veit ekki, það er eitthvað. Nei, en þið verðið að bæta þetta? Já, þú eru bara að koma með það, svo eru bara að koma. Halló? Þetta er snill. Já, ég ætla að gefa það, Pétur. Þetta er vangiði. Þegar þú komst með þessa græði hérna áðan, ég held þetta er bara mesta drasl sem ég séð, en þetta er algjör veistla, Pétur. Þetta er veistla. Ég er ánægð með þig. Við getum, heyrðu, þú veist, svo getum við verið með prumpublöðurinn inn á milli. En hvað er að gerast hérna með... Okkur skilur ekkert hvað maður að segja. Þú ert að nota þessa rödd. Hörru, prófa þessa lagst. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Kanye West hér með Paris. En það er alltaf að gerast þetta hjá okkur Pétri Jóhanni því að hann er mættur hingað drengurinn sem er alltaf á Flandri og kalla sig Andri. Vertu velkominn. Hvað segirðu gott? Ég er rosasprækur. Er það ekki? Drengurinn með gullhjarta. Verður til að kynna mynd hann næst. Drengurinn með gullhjarta? Já. Ég reyndar ætlaði nú að gefa þér það því að ég var ákvað hvernig ég ætlaði að kynna þinn að þú væri nú einn af mínum uppáhalds útvarpsmönnum. Kemst þar á stall með Tvíhöfða og Pétri Jóhanni. Nei, heyrðu, það er bjalla í húsinu. Ég kem alltaf með bjöllum með mig. Hann er alltaf með bjalla. Ég get ekki farið í útastátt á hans í sem er bjöllu. Takk fyrir þetta minn, maður fer hjá sér. Hvað er að frétta af gamla Freysalum okkar? Bara fínt. Er það ekki? Er það ekki? Þú ert svona típa, þú mjallaði í gegnum lífið svona, þú ert alltaf feskur, þú ert ekkert of æstur. Nei, svona þægilegur. Maður reynir að vera bara æstur heima þessur. Já. En annars svona reynir maður að gera þetta bara með stakkari ró, sko. Já. Það er alltaf vanlegast. Já, það ekki. Nýkomin úr Reisu, það er, ný seríu að fara að byrja. Já, morgun. Morgun annað kvöld. Já. Og þessu sinni ertu í Kanada, ekki satt? Jú, og Bandaríkjunum líka. Og Bandaríkjunum, ok. Byrjum í Bandaríkjunum og kerum við til Kanada og aftur til Bandaríkjunum og aftur Kanada. Svo aftur. Nei. Þetta er ægilegt flandur okkur. Voru menn bara ægilegt flandur. Ægilegt flandur okkur. Og hvað voruð þið lengi á Flandri? Þetta voru 16 dagar. Og það er ekki næs. Svolítið kessla okkur, sko. Já, hann er svo erfiður. Kristófa Dignu sem gerir þetta með mér, sko, hann er erfiður. Já, við þekkjum það eins. Þið þekkið það strákanir, hann lætur hann vinna.
Já, hann upptekinn að því að vinna. Já, hann svolítið rennur að kresta út henni allt. Hann gleymið stundum að þegar maður er í útlöndum þá er maður ekki mættur til að vinna. Já, hann gleymið því, sko. Maður vill svolítið svona bara gera eitthvað annað en að vinna. Það var gaman. Hafa gaman. Tala allir eitthvað lið, come on, maður. En þið voru að hitta Íslendinga og eitthvað, eða ekki? Er ekki eitthvað svona Íslendinga... Vestur-Íslendingar. Já, Vestur-Íslendingar, já. Og það var, ég veit ekki, bara kommuna fyrir sig? Jú, það rosa mikið að, þú veist, það talaði síðan alveg 600.000 Vestur-Íslendingar á þessu svæði. Já, ok. Og það mjög fínt fólk, sko. Já. Það rosalega upptekið að því að vera Íslendingar, en það samt ekki alveg, sko. Nei. Þetta eins og, sko, Það tala ekki íslensku? Nei, þetta svipað ef sko langafi minn hefði farið í nám í Kína með langömmu og hérna mamma hefði fæst þar. Eða amma. Ég myndi aldrei kalla mig kínverja. En þau gera þetta, þau eru rótalaus, sko. Já, ég skil. Það vilja finna eitthvað, sko, þú veist, það African Americans. En svona þú ættir að bera saman, hvort fannst þið skemmtilegra að vera á Flandri með Bandaríkjunni eða á Íslandi? Já, þetta er náttúrulega allt annað, sko. Já, er þetta að gera upp á milli barnanna? Já, hérna náttúrulega svona auðveldra vissuleita því að sumir vissu hvað maður var, sko. Já. En þarna úti var fólk bara, hvaða fáiði er þetta eiginlega? Já, ég skil. Það var aldrei hitt mann og bara, þú veist, það er að koma sjónvarpsmenn hérna á Íslandi og svo bara, þú veist, kemur ykkur... Og þú vissir ekkert þetta lið heldur? Nei, sundur bitinn á skortinum og sveittur og... Lentur í svoleiðis? Já, við yfirlega vaskortið þarna allan tíman með það. Nei. Eitthvað að reyna að vera hress og fræðandi. Þetta er... Og digna sem bara á svipinu. Já. Áfram með þig. Fyrst ekki svona að kaupa vassflösku? Nei, gerði nú svo að, já, Hugi var nú líka þannig. Já, ef það Hugi sér í budgetið þá var það ekki hægt. Hann tímir ekkert að kaupa neitt. Keipti eina flösku og stundum hann á baðherbergi og fyllt á hann. Já. Það var tími gást. Já, eitthvað svona... Strákar, er þetta bara ég eða væru menn til í smá vassflösku hérna? Herðu áfram með sjóðið bara. Já, áfram með sjóðið. Þú ert með vatn í bakpókanum. Já, hann er til bíl, já, þitt var nú. Já, svo ertu nú að verða stjarnabur alla Skandinavíu, ef maður að lesa. Já. Byrja að sína þættina ekki í Svíþjóð og Noregi eitthvað, Jú, það byrjaði í Svíþjóð bara núna í vikunni og hérna... Brotur svenska? Já, á hérna sænska SVT2, sænska ríkissjónvarpið 2. Hefur þú komið þangað? Hefur þú komið til Svíþjóðar? Já, skítaflis. Já, en ég meina, þú veist, þú kemur til með að fara þangað aftur núna og orðin frægur maður þar og... Ég hef svolítið verið að bæli þínu. Ertu ekki að vera að pantaði flöskuborð í Stokkólmi bara? Jó, flöskuborð í Stokkólm, maður. Anna! Það verður snill. Þetta er Andri på Flandri. Ég held að heiti sko Andri og Thomas. Andri og Thomas, já, ok. Ég veit ekki, man ekki alveg hvað það heitir í Noregi. En ég hef aldrei verið til Noregs. En hérna, þú veist, ef maður er búinn að búa í Danmörku í 3 ár, þá er maður svolítið kennt að vera illa við Svíja. Já, þú varst náttúrulega í Danmörku. Og svo maður fer yfir til Svíþjóðar og þá er þeir alltaf bara go back to Denmark. Þegar maður er ekki hvað ætlar að loka barnum klukkan 12? Er ekki lægi? Og maður ekki á tvöfaldan og svona, þú veist. Svíjar og norðmenn eru mjög skrýtnir þegar það kemur að því að skemmta sér því að þeir vilja helst ekki úr skemmti þér en þú sért samt inn á staðinu þeirra. Og vil ekki á fulla mannin á staðin. Þetta er bar. Er ekki lægi. Þú verður að vera edrú þegar þú kemur inn. Þetta er bar. Já, meira þess að sko lentu við því að var einn félag okkar sem var ekki, ég myndi alveg viðurkenna hérna í útvarpinu og ég er ekki að tala um sjálfum mig. Það var vinnur okkar sem var ekki eins og fullur. Hann var búinn að sjá að vera að drekka bjór. Já, hvað heldur þú sért að gera þú út á lífinu? Þá ert að... Fekk hann ekki að fara inn? Nei, hann fekk ekki að fara inn. Ég sá þau vera að sulla í bjór hérna fyrir utan. Já, ég tók hann með mér að heimann. Já, það er bara að gera það verkum og þú kemur ekki hér inn. Þetta er bar. Þetta er bar. Ég veit ekki hvað þú ætlar. En skrifaðu niður 10 hluti? Nei, ég samt, sko, ef þú spilar eitt stutt lag, þá getur ég rifið upp. Ok, við ætlum að henda hérna á Too Close með Alice Clare, svo ætlum við 10 hluti sem vissi ekki andra. Og varstu múin að sjá nýju græðin hans Péturs? Herðu, já. Þetta er alveg... Já, svona taka kynninguna. Já. Segðu þetta sé Too Close með Alice Clare. Herðu. Við erum að fara hér í, hvað segir þið? Ég með svona í þættinu mér líka. Nei. Jú. Alveg eins? Já, alveg eins. Hann er fjólblá. Jú. Með Too Close. Við sitjum við þetta 3 í stúdíónum. Ég, Pétur Jón Sigfússon og Andri Freyr, eða Andri á Flandri. Sem er einmitt að byrja með nýja þáttaröð annað kvöld á RÚV og... Klukkan hvað er það, annað kvöld? 25:09. 25:09. Hvað er það margir þættir? 6. Og hvað eru þið langir? Hver er þáttur? 35 mínútur. 35 mínútur? Er auglýsingar hér? Nei.
Hvað, bara 50 spurningar? Nei, ég meina það þarf maður að poppa áður en að þátturinn byrja. Já, það þarf að klára þetta allt áður en að þátturinn byrja. Það er ekki tækifæringsstaður í miðjum þetta. Nei, þið vitið það nú. Já, ég vildi bara hafa þessa staðreynd á hreinu. Þetta er bara eitt af því sem ég vil vita. Þetta er valið spurning. Ég get líka verið frammi. Nei. Þá fer ég líka fram. Já, ég get ekki verið einn. Það er seint sig. Jú. Það er eins og komið að því núna að kynnast Andra hans betur og við ætlum að fá að vita 10 hluti sem við vissum ekki um Andra. Hann er með þetta tilbúið hérna og þá mútti bara byrja. Ok, heimskulegt að segja frá því, en ég er rosalega svona auðtrúa, sko, ef eitthvað segir eitthvað um mig, það trúi ég hvernig, sko. Og ég trúi því mjög mikið að það gerist eitthvað svakalega 21. desember þessu ári. Já, ok. Þið einhver búin að segja við það? Nei, það er svona, maður er búin að horfa mikið á svona heimildamyndum, sko, og... Já, 2012 þarna. Já, allt, ég, þú veist, sækist í það, gera áslega mikið á sín tíma, sko. Þegar ég var alveg bara að fara að gefa þessu, bara, það er ekki tilgangur, það bara ákveða þetta þessu. En ég held að gerist eitthvað, ég held ekki tegjum kannski ekki öll. Nei. En er það ekki létt að ljúga þér, eða? Rosalega létt að ljúga mér. Já, ég skilji, ok. Þannig að þetta verður eitthvað sem gerist og gæti orðið til þess að einhver verði á lífi til að segja já, Andri var nú búinn að segja þetta, hann sagði þetta alltaf hann á Flandringa inn ég heyrði honum að í FM 9 blö og hann á FM 9 blö Það er ok, hvað er næst? Þegar ég var yngri þá safnaði ég kóktöppum, limmiðum og pennum. Já, það er nú Hver gerir það ekki? Ég veit ekki. Varstu mikið einn? Nei, ég bara einhvern veginn, þú veist, limmiðar og pennar, það var svona erfiðar að fá það og svo fattaði alltaf þegar ég var að samla dósum fyrir Val á Reyðarfjörð, sko, og kókflöskum og svona, þú veist, þannig er eitthvað, það var að henda þessum döppum, skil. Ég ætla að safna þessu og kom heim með fullt af bókum og æstur í dósasamninu og... Áttu þetta ennþá? Nei, ég langar að eiga kóktapasafnið það var svolítið reffilegt, sko. Skilaði mikið. Íri fleiri pókar af kóktapum. Já. Ok. Já. Þetta er ástæðan fyrir það og hefur gaman að því að hitta fólk sem er að safna drasli. Gæti verið, sko. Já. En það nærðu svona saman við byrjum. Já, gæti. Í dag safna ég, sko, vínilplötum og svona... Ég hef eða svolítið mikla svona söfnunarorði og viðkynna það. Já, ég gera það. Sölvi Tryggva, hann safna skóm. Heldur betur maður. Já, hann á 50 stykki. Sem gera 100 skó. Já. Já, það er svakalegt. Ertu eitthvað í því? Nei. Hvað áttu mörg börn? Svona 5, þetta ekki. 5 pör? Það er nóg. Það er ekki mikið. Já. Striðaskór og... Eitt er í djammið og einn út að hlaupa og... Sölvi er náttúrulega bara eitthvað rugglar. Klikkaður. Sölvi? Hann er bara, hver er með 50 skópur heima? Sölvi. Herru, en við erum ekki að tala um Sölva hér, við erum að tala um Andra og... Hvað með smjörið með hann? Já, þriðji. Hvað með þriðja hlutin? Ég get sennilega livrapils okkar minnstu degi. Ég á alltaf livrapilskeppin í ískap og fæ mér yðurlega þegar ég svangur. Það skýrir þess að fallu húð. Þetta er svo, ég held að segja það því að maður býr einn og svona og maður nennir ekki elda, stundum nennir maður ekki út að kaupa að éta, sko. Þannig að maður fæsir bara tvæst neður og maður svona mínúti að éta þetta og skólusniðu þá maður hættur á að settur. Já, þetta er eitthvað sem ég borði ekki. En sviðasvölda? Nei. Finnst þér hún ekki góð? Jú, allt er læg, ég bara kaupa hann ekki, sko. Nei, ekki bara eitthvað svona sem... Næsta? Já, ekki jakkaföt. Það er steikt. Það er svolítið steikt. Finnst þér það? Já. Finnst þér það eitthvað? En þú fyrir brúðkaup eða jarðarför eða... Já, hvað gerur þú þá? Svarta galabus og blazer bara. Blazerinn bara. Það mæti bara mótuhjólinu og... Mér líður ekkert svakalega vel í jakkafötum. Mér finnst það eitthvað svona, þú veist, að því að alltaf maður fer í jakkaföt, eða þú veist, fer svona fínn í boð, þá er svona tilhenging til að fara lengra. Og svona í bæ og eitthvað svona, og þú veist, þá sest maður á tyggjóglesur og pissar á sig og svona, þú veist, þannig að ég... En ef Ásgeir Kolbeins er búinn að græja flöskuborð á Austur, varstu það bara í blazernum og... Alltaf með þetta flöskuborð. Já, þá kannski myndi ég setja svona klút eða eitthvað, slaufu eða eitthvað svona. Já, og svona serjett í vasan á blazernum. Akkur Andri með klút? Nú er ekki með flöskuborðinni. Nú er ekki að fara að hitta Ásgeir Kolbeins á flöskuborðinu. Já. Það er það, ok. Engi jakkaföt, borða sviðasöldu, já. Ég hef tárast yfir X-Factor. Jæja, ekki íslenska þá, ekki að reyna bara á svo bara. Nei. Ég mista að ég er ekki reyna með honum. Þetta er mjög skrítið, sko. Ég er ekkert mikið að tárast yfir sjónvarsveitinni, en einhvern veginn þegar bara þegar eitthvað svona og fær, þú veist, öll jáinn einhvern veginn og átti ekki von á því og þú kemur að götunni, er ógust að ljótur kannski og svona... En varstu feskur eða varstu þunnur og lítill líður? Bara ég hef tárast yfir X-Factor við allar aðstæður. Já, ok. Þannig að það var ekki þetta eina skipti. Nei, þetta er bara svo gott sjónvarp. Ég skilji. Það er svo gott sjónvarp. That's so real.
Þetta er svo real. Annað, ég heyrði fyrsta Ding Dong útvarpsþáttinn og fannst hann frábær. Doddi tala alltaf hann að vera svo ömurlegur. Ég held að hann var geðugur. Já, hann var nefnilega Ding Dong voru meira á þetta. Það var allt í rugli með hann. Það var allt í rugli, sko. Mér fannst það. Já, mér finnst það mjög skemmtilega. Já, Doddi var með þetta viðhorf strax eftir þáttinn og ég sagði við hann að þetta hafi verið mjög góð þátt. Það gerði hann ennþá reiðari. Þá var hann alveg spinningall. Ekki æsanur. Nei, ég áttaði mig á því eftir að hafa vunnið með honum í nokkra mánuði viðbót. Það má ekki. Maður á ekki að æsa Dodda litlu. Það borgar sig ekki, sko. Það borgar sig. Það var næsta? Já, næsta. Ég starfaði sem plötusnúður á skemmtistöðum í alveg 12 ár. Ok, þetta er það sem ég gaman að því með þessa hluti. Þetta er ekkert sem ég vissi sjálfur. Nei. Og sem sagt, þegar ég bjóði í Danmörka með 3 ár, þá var það svona minn aðal tekjulind, sko. Að DJ-a? Já. Hvernig tónlist varst það að spila þá? Svo rock'n'roll og eitthvað svona 80 shit, bara eitthvað svona fólk hefur gaman að vera blindfuldi, sko. Já. Og þannig að það fer alveg bara... Svona nettur Siggi Lög? Nei. Nei, þú sagði 80s og svona? Já, ég meina það er gott 80s, skilur, þú veist. Það er líka til... En Siggi Lög, ég hlusta á Siggi Lög, sko. Það má ekki henda því, ég hef gaman að hlusta. Siggi Lög er topp, maður. Já, alveg geggjaður. En við erum að tala um eitthvað Don't stop believing. Með Journey og Til dæmis svona late night, sko. Já, late, sko. Þegar allt komið í rugg. Hvað myndir þú kickstarta með? Hvað væri svona fyrsta lagið þú verið að fara að DJ-a núna fyrir hópinn? Kannski setja, þú veist, On the Road Again með Camp Heat, sko. Ekki Nelsonin, sko. Og ég veit ekki, svona... Sorry. Skauta mig, maður. Nei, ekki... Nei, ég veit ekki, það er ýmislegt. Það er land sem maður er bilað, en ég kallaði mig Sir Honky Tonk. Sir Honky Tonk? DJ Sir Honky Tonk. Og svo einu sem var ég bara DJ Andy Karate og svo eftir að ég byrjaði að DJ á svona helgar, þá fannst mér sniðugt að kalla mig DJ Slim Buck og alltaf með svona dollarmerkjum á þessum. Ok. Var það töff? Já, það hendi maður þetta minn, sko, LL Cool J og okkur svona old school hip-hopi, sko, NWA og okkur svona dotti í bland við AC/DC og svona. Ég verð nú að viðurkenna, ég hlusta nú stundum á það á mótnana, sko, á Rástuna. Já, kallar hana Rástuna? Nei, já... Er það ekki að hlusta á Rástuna, maður? Sagði ég það? Já, ég misti það. Það er þetta mjög cool, sko. Já, ég ætla að gera. Rástan, maður. En þú hefur einstaklega gott lag á því að velja góð lög. Æ, takk fyrir það, fyrir mig. Á milli, og þarna kemur skýringin. Þú ert með hennan DJ-bakgrunn. Já, hann er DJ-bakgrunn. Ég er með hennan bakgrunn, sko. Já. Ég er með hennan bakgrunn. Hvað hefur þið mörg eftir? Ég veit ekki, ég er með Slim Buck. Slim Buck. Ég fór á Michael Bolton tónleikana þegar hann kom og spilaði inn Laugardalshöll. Þetta hefur nú... Hefur þið gaman að því? Það var svona búa, vinur minn. Já, við sátum... Fóruð þið saman? Já, við vorum með svona tvær litlar hvítisflöskur á mann og svona bara... Þannig inn í miðri svona blandaðri ódýri ylvarsfílu af miðaldra konum. Það var yndislegt, hann var rosa flottur. En rödd á honum. Já, þetta var stór stund í líf okkar búa. Það var gaman. Þar hefur Siggi Hlöð nú verið. Já, pottþétt maður. Alveg pottþétt. Á besta stað, sko. Við vorum að stæða til hliða, sko. Það var einmitt að hugsa, hver er alls í miðinni? Já, Siggi Hlöð. Það er eitthvað Siggi Hlöð, sko. Það var Hlöðarinn fremstur. Já. Herru, var þetta komið eða? Já, ég meina, þú veist, svo einu sinni var ég var gítarleikur og söngvar í hljómsveit. Hvað heit hún? Fidel. Ok. Hún var með að gefa út blötu sem tókum við fyrir 10 ára síðan á Gogo Jógo. Var verið að gefa út, nýbúið að gefa út blötuna? Já, svona netútgáð. Já, hvað er þetta að nálgast það? Gogo Jógo, maður. gogoyogo.com. Það er ekki. Já. Fólk getur bara að prófa að sjá áfram með það. Já, þetta er bara Gogo Jógo og þið tjekkja á þessu. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð áður en við fáum, það sem við köllum grautinn, og þá tökum við allt sem við höfum verið að gera í símaötum og setjum það eitt. Nei, sko, ef Andri er ekki á hraðferð, þá var ég til að hafa hann hérna í allan dag. Er hann laus? Nei, mati mömmu. Hvað er í matinn? Kjúklingur. Sannur heiður að fá þetta í heimsókn. Það var æðislegt að koma og endilega strákar kíkja á þetta prógram sem ég er að... Já, það er annað kvöld og Andri á Flandri, Mesturheim, tekki á því, og það er 25 mínútur í 9. Já. Er það ekki? Á RÚV. Og það er líka í High Definition, maður. HD, maður. Já, RÚV HD. Farðu bænum, maður. Það er ógeðslega gaman að sjá þig í High Definition. Ég hlakka líka þetta mikið til. Funnan og sveittan. Förum í örstuð skilaboð og svo er það Síma at Orgjan hér eftir örskamastund. Eitt besta úrval fæðubótarefna á frábæru verði. Höfum opnað nýja verslun í Holtagörðum og erum líka í Glæsibæ. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði.
sér. Góðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Hópkaup bjóðan á viðskiptavinum sínum 100% vöruvernd. Ef kaupin standast ekki væntingar, getur þau óskað eftir endurgreiðslu. Þannig tryggjum við ánægju viðskiptavina. Hópkaup í krafti fjöldans. Ísland mætir Sviss í undankeppni HM 2014 þann 16. október. Fjölmennum á Laugardalsvöllinn og styðjum við bakið á strákunum. Tryggðu miða á ksi.is og miði.is. Allir á völlinn. FM 95 Blö. Á FM 95. Já, segir Pétur, þér að hlusta hér á FM 95 Blö og það er komið að einhverju sem að við Pétur Jóhann köllum Grauturinn. Símatsorgían, eða grauturinn bara, það er enda gott líka sko. Já, við getum kallað þetta hvað sem er. Við gerðum þetta áður en ég fór í smá frí. Já. Og vorum ekki vissi með þetta. Nei, en svo núna eru við konum með nýtt tæki og... Nýtt tæki, maður. Og fleira, þannig að, já, það sem þetta gengur... Já, það sem þetta gengur út á er að við tökum allt sem við erum búin að vera að gera hérna á miðvikudögum í þættinum. Það eru, kjöllinn og tong og Blödsör og Gunnþór. Öllum. Nei, ég er búin að gleyma bara hvernig hann var. Og svo Finnur, Guðfinnur og Prumpublaran. Þetta er eitt grautur. Þetta er eitt grautur, eitt símtal, eitt tækifæri og allt undir. Ég er tilbúinn. Fá tjekku á þessu. Það er þannig með svona hugmyndir, maður þarf að prófa það svona 18 sinnum til að vera visk og til að maður geti svarað því hvort að maður ætlar að gera það einhvern tímann aftur eða ekki. Ég er sammála, alveg sammála. Ég ætla að gera þetta allt í gegnum, nei. Ertu til? Heyrðu, býta aðeins maður, nei, blaðran þarf að vera hér sko. Gerðu prumpublaðurinn að klára. Blaðran þarf að, ok, býtu, heyrist í henni, býtu hans. Já, heyrist vel í henni. Heyrist vel í henni. Ok, það er að ringja þetta til? Já. Efnalögin Katla, góðan dag. Yes. Hello. Hello. You speak English? Yes. Yeah, I need some information. Yeah? About I lost something in my shirt. Do you hear me? Yeah. Kanski kjöllu. Það er rosalega fyndið. Það er búið að skella, þetta var ömurlega. Ég var búinn að gleyma maður, hvað var það? Það er þetta lélegt maður. Ég veit það maður, ég meina, er hægt að hafa þetta verið snillt? Er það hægt? Hvað átt ég eftir? Ég segi bara svo konar, þetta er fyndið. Þetta er fyndið. Þetta var í síðasta sem Einu sinni. One more time. Hverju gleymdi ég þarna? Gunnþóri? Já, hvernig er hann? Allir með öllum og kampaðinn hérna. Hörru, ég er búinn að vera að hringja þetta. Já, hann er náttúrulega svona. Já, þessi. Það var þessna sem að ég fraus. Ég var bara að reyna, þú varst að benda mér á hann, sko. Já, henni fannst þetta alveg svo rosalega fyndið maður. Já, ég ætla að byrja með hann þá. Ok. Halló. Hörru, ég er búinn að koma þetta núna, Ég er búinn að vera með sko málið, þú varst að tala með Tong á hann, þá var ég bara að sakna Tong svo. Það var bara, hann hafði alveg getað haldið áfram að tala að vera búið að týna skiptunum fyrir honum eða eitthvað. Já. Ég var að taka hann bara. Nei, byrjaði með Guðþór. Já, þeir eru hér í Símats. Glæstu, góðan daginn. Halló. Halló. Er þetta, ég var hann með fött í hreinsun hjá ykkur. Já. Ég skil ekki hvernig, akkur er ekki búið að ná blettinum úr, ég er búinn að ná í fötnin og allt. Já. Já, akkur það er ennþá blettur í þessu. Það er ekki alltaf þetta að ná blettum úr. Hvernig stendur á því þið sögðu að það væri búið að reynsa þetta allt saman?
ég bara get ekki sagt hann um að sjá þetta. Halló? Já. Já, hvernig stendur á því? Ég get ekki svarað henni um að sjá fötin. Do you speak English? Nei. You speak English? Nei. Oh, bless. Oh, bless. Já. Do you hear me? Þetta mjög snöld. Hvað segirðu? Hvað segirðu? Hvað segirðu? Býta aðeins. Til hamingju, þú varst hérna í versta ati allra tíma. Var ég? Já. Já. Hvað meinar þau? Hann situr hérna á hliðinu með hann Pétur Jóhann Sigfússon. Fannst þér þetta ekki fyndið? Fannst mér þetta ekki fyndið? Já. Nei, ekki svo. Ég byrst bara afsökun á þessu símtali. Ok, bæ. Pétur, hún farin úr Símon, þetta var algjör martröð. Hvað að þér, maður? Þetta var grauturinn og það í síðasta sinn. Nei, við reynum þetta aftur, maður. Það verður að hafa gaman að þessu. Er ég svo hægur? Já, það að trubba svo mikið. Já, mikið að bladran og tækið. Já, ég veit það. Þú bara ræðir ekkert við þetta. Ég veit það. Nei, og sem gerir þetta gaman allavega fyrir mig og þig. Það reyndar. Það er ekki nóg. American Idol heitir Philip Phillips. Ágætislag hér á ferðið og heitir Home. Við sitjum hérna við Pétur Jóhann og verðum með ykkur til 6 í dag. Já. Og það er komið núna að föstum lið á miðvikudum og það er karaoke-keppnin. Já. Og við erum nú ekkert að fara að ráðast á garðinn þar sem hann er lægstur. Nei, við erum nú ekkert að leggja það í vana okkar að gera það slíkt. Nei, það hringdu hlustendurinn áðan og... Fólk var ánægt þarna með orgíuna áðan. Þarna Símans orgíuna, ekki? Já, því lík veistla. Já. Það er hérna... Mikið búið að ringja og fólk ánægt með þetta. Já, það voru hlustendur sem hringdu inn fyrir í dag og völdu lögin. Já. Og þetta er ekkert flóknar en það að ég er að fara að taka Michael Jackson og Pétur Jóhann er að fara að taka Whitney Houston. Þannig að þetta er eiginlega, ég get nánast lofa ykkur að þetta verður horfbjöður. Já, ég meina við bara þurfum að lifa með því. Það eru 2 einstaklingar sem eru sennilega með bara einhverja bestu raddir allra tíma. Ég og þú? Nei, Whitney Houston og Michael Jackson. Já. Þetta er ekki eðlileg fótspor til þess að fylla í. Og þau eru farin, bæði. Já. Því miður, blessuð minning þeirra. Já, sammálaði þar. Já. Þetta eru 2 snillingar og Pétur tekur Whitney Houston og ég tek Michael Jackson. Já. Ég hef reyndar eins og náður reynd að taka Michael Jackson í karaoke og var að dansa og svona með. Það er eitt af erfiðasta sem ég gert. Því að það er ekkert grín að syngja sem Michael Jackson. Var það hér? Á Íslandi? Það var á Íslandi, já. Ég ætla ekki að fara út í það aftur. Nei, alveg. Hvort viltu fara á undan eða eftir, Pétur? Eftir. Þannig við höfum alltaf gert það. Já, það er rétt þegar. Þannig ég byrja á... Viltu breyta því eitthvað? Mér er alveg saman. Nei, ég skal byrja á Jacksoninu bara. Og svo ringið þið inn, kæru hlustendur, í 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaoke-keppnina. Þá er, maður sjá, það var með einnig vatnsopa, gera mig klaran. Ertu með vatn? Ég er líka með vatn. Já, þá er... Má ég syngja með þessum? Nei, Pétur, það er komið gott að þessu tækiðinu. Gerðu þið það, má ég syngja með þessum? Það er komið að Jackson, ertu tilbúinn? Já, hvað smástu? Ég ætla alltaf að byrja þetta. Ok. 1, 2 og... Þetta búið sem betur fyrir, þetta er ekki óbúslegar þetta erfitt. Þetta var eitt erfiðasta karaoke sem ég hef tekið. Já, þetta var alveg, ég hef aldrei séð æðarnar á því. Nei, hvernig á ég að syngja þann part? Æðarnar í hálsinum voru bara eins og lærin á mér. Þetta er bara ekki hægt, maður. Þetta var vel gert, drengur. Nei. Þetta er Michael Jackson, ekki gleyma því. Já, þetta var Jackson, en það er eins og að komið að Pétri Jóhanni og hann ætlar að taka Whitney Houston. Þetta er... Bráðir í að ráðast á garðin þar sem hann er hæstur. Já, það má segja það. Og Pétur ætlar að taka I'm Gonna Dance With Somebody. Heyrðu, hvernig... Ok, hvernig byrjar þetta? Þú séð það? Þetta er til. Já. Ég veit ekki hvort... Byrja ekki alltaf hatt upp eða eitthvað? Ég er hás bara áður en að byrja I Wanna Dance. Syngja Michael Jackson eða Whitney Houston. Ói, maður, Þarna tókum við einhverju bestu artistum allra tíma á slátruðum. Þau eru bæði að snúa sig við í gröfinni, Sveini og þá. Ég byrjaði þetta alltaf hátt hérna í upphafi. Átti ekki að byrja bara svona að tala. Hvernig byrjar þetta í alvörinni, svona grínur? Nú er það 5-11. Jú, þetta er svoleiðis.
Já, man, Nei, hún bara með svo háa rödd. Já, ég veit að það ekki tægt að syngja karaoke-lög eftir Michael Jackson og Whitney Houston. Jesus, maður, já. 5-11-09-57 og það eiginlega bara keppnin og hvor okkar var skárri. Fyrstur í 5 atkvæði vinnur. Við skulum brotna þetta fyrir síman. Hvor fannst þér skárri í dag? Það var Pétur. Nei, ég trúi þér ekki. Michael Jackson hefur snúið. Já, herðu, Whitney Houston líka. Hefði Whitney Houston verið á lífi, hún hætti að drekka, hún heyrði þetta ekki, lofaði því. Pétur fær fyrst atkvæði dagsins. Ég fæ 1 stig. Takk fyrir það, menn. Jésús, 1 stig nóg fyrir mig. Allir í tárum hérna, sko. Sjáðu, þú ætti líka alltaf að reyna að fylgjast með textanum. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þið gott í dag, strákar mín? Helvíti gott. Svona brattir einn sjálfur. Já, það þýðir ekkert annað, maður. Ertu ekki góður? Já, alltaf. Já, fíla. Hvor fannst þér skárið í dag? Sko, það er alltaf báðir djútt góðir. Já. Við held ég auðvitað að vinna þetta. Ok. Þakkaðu það. Hann ætlar að halda spennu í þessu. Já, ég tek þetta atkvæði. Ánægður með þig. Ég er ánægður með þig. Það er 1-1. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Ok, staðan er 1-1 í þessari keppni. Whitney Houston á móti Michael Jackson og hvor fannst þér syngja betur? Þetta var náttúrulega smá fallegt. Pétur? Já, þetta var fallegt hjá kallinum. Oh, I wanna feel it with somebody. En sant. Já, er ekki? Já, ég gæti ekki staðið hérna. Þetta var fallegt. Já, þetta var svo hræðilegt, þetta var fallegt. Þetta var fallegt. Já, þannig að Pétur fær þitt atkvæði. Pétur. Herru, takk fyrir að hringja. Ok, það gæti kærlega fyrir það. Þá er ég komin inn 2 hérna. Herru, þá er það næsti hlustandi. Hver fær þitt atkvæði? PJ60! Yeah, PJ60! Já, ég er komið 3 stig! Pétur er 3-1 yfir þetta, takk fyrir þetta. Yes! Hvað takk fyrir þetta? Takk fyrir ekkert, segir ég þetta. Já, hakkaði kærlega fyrir þetta, vinnu minn. FM 95 blöð, hvort fannst þér skári? Það er Sick Fusion. Já, Fusion er rúndislu. Djöfell er ég að koma tilbaka hérna, mann! Voruð þið ekki að heyra í honum? Það var endurinn sem toppata hjá honum. Já, það var endurinn. Það var lokaspretturinn. Þeir fóru í þannig bara... Það breytist bara í frekan krakka sem að fekk ekki það sem að vildu, þannig að hann byrjaði að ég bröskra. var svo reiður út í þetta lamaður. Það er 4-1 fyrir pjesanum og við spyrjum næsta hlustanda. Ég trú ekki, gæti komið comeback. Hver fær þitt atkvæði? Það er náttúrulega Pétur, sko. Já, Pétur! Komið hérna tilbaka! 5-1! Af tvennu illu, já. Af tvennu illu, já, þetta var ríkar. Já, ég viðurkenni það fúslega, ég átti ekki skilja að vinna þessa karaoke-keppni en ljótt að segja að þátti Pétur átti það ekki heldur, það er að versta. Það er tvenni illu. Já, við vorum báðir ömulir. Þetta var skelvilegt. Það er eitthvað samt ótrúlega heldur meðvileg. Herru, þakka fyrir það og takk fyrir að hringja. Takk fyrir það. Já, hlustendur eru hressir í dag. Djöðlega gaman að heyra í hressum hlustendum. Pétur til hamingju, 5-1. Jólinn framöndan. Já, styttist í jólinn. Man heyri það bara fólki, það er allir í góðskapi. Jólinn eru komin í lið. Já, ég sveimi þá að fólk sé ekki bara komið í smá jólaskap. En Pétur, ég get ekki annað en óskaði til hamingju með... 5-1, þú ert búin að vinna. Nei, 5-1, já. Ég var tekka á einum í lokin eins og við gerum alltaf. Já, eftir taka það. Þú hvort þú hefði fengið eitt annað. Já, hver hefði fengið þitt atkvæði? Það er þú Öddi. Já, þarna sérðu Öddi. Já, það er svo skemmtilegt fyrir því Öddi til minningur um Michael Jackson. Já, nákvæmlega. Takk fyrir það, vinnur. Ok, bye. Já, ég hef fengið eitt aðna. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Öddi. Já, ég hef komið sterkur að inn í lokin. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Pétur. Já, ok. Takk fyrir að eyðileggja drauminn. Takk fyrir. Ok, bye. Það fór 5-1 og við skulum fara hér í örstuð skilabóð. Svo er það sturlaða staðrendir ásamt í að við eigum eftir að heyra 10 hluti sem við vissum ekki um Pétur Jóhann. Og eitthvað meira. Já, svo er líka eitt símaðat eftir. Aðalegt símaðat eftir. Það er allt að gerast henni hjá okkur, það er ekkert flóknara. Túle uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Lít Rúður, Hafsteinn, Björn Bragi og Rökkvi Vésteins. Frítt inn og tilboð á barnum. Ólís fagnar 85 ára afmæli í dag. Að því tilefni fá 85 heppnir viðskiptavinir Ólís allt land eldsneytislítran á 85 krónur. Lendir þú á lukkudælu. Ólís, afmælisvinur við veginn.
Síminn hitar upp fyrir Airwaves með tónleikum á Factory alla miðvikudaga í október. Í kvöld Ásgeir Trausti og Snorri Helgason. Húsið opnar klukkan 21 og tónleikarnir hefjast klukkan 10 og það er ókeypis aðgangur á meðan húsrúm leyfir. Fylgstu með okkur á Facebook og legðu eyrun við á miðvikudögum í október. Meira Airwaves með Símanum. Þigðu Extra eftir hverja máltíð og komdu í veg fyrir tannskemmdir. Extra, gott bragð fyrir heilbrigðar tennur. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Hugulegt og kósí hér. Glænýtt lag. Nei, ég veit að þetta er gammalt. Já, gammalt og gott. Nokkura ára. Já, þetta er nokkuð svona fínt hjá henni. Já, það er ekkert að þessu. Langt frá því, sko. Það er langt frá því. Já, það er langt frá því. Það styttist hér ég fáum 10 hluti sem við vissum ekki Pétur Jóhann. Ásamt því að við erum með 1 símahandi viðbótandi ykkur sem er þroskað og uppbyggjandi og hinn. Sem er með tækinu? Nei, er það? Nei, það er blaðran. Já, blaðran. Blaðran fragaði, keilöðuna. Alveg rétt. Og áðurðu fyrir mig þetta allt saman þá að því að segja ykkur nokkrar sturlaða staðreyndir. Hvernig líst þér á það, Bjössi? Mér líst vel á það, ég er búinn að bíða eftir í allan dag. Glæsilegt. Láttu það koma. Það eru vanalega er það klukkan 5:30. Það eru klukkan 5:30 í dag. Ég ákvað að hrista aðeins upp í þessu. Já, mér líst vel á það. Já, takk. Fyrsta sturlaða staðreynd dagsins. Kettir finna ekki sætt bragð. Þau finna bara saltbragð og annað skilur en þau finna ekki sætt bragð. Þannig að þau fá sykur og svona og finna það ekki. Þeir finna það ekki? Nei. Þeir finnst það samt, þeir borða alveg. Já, en þeir geta ekki greint sætt bragð. Þeir eru ekki bara, þetta er sætt, þetta er mjög gott, eða eitthvað svona. Nei. Þeir eru ekkert að pæla í því. Nei, svo er það næsta. Snoop Dogg hætti að vinna sem melludólgur árið 2004, svo hann geti verið meira með fjölskyldunum sinni. Hugulegt á honum, þvílíkur fjölskyldufæðir hann á ferð. Vítu hvað, Snoop Dogg, er hann ekki rappa, er hann ekki tónlistarmaður? Hann var að vinna as a pimp. Nei. Jú. Þetta vissi ég reyndar. Já. Hann hætti í 2004 til að einbeita sér meira fjölskyldunni. Já. Það er ásins þarna ferð. Frábært hjá honum. Ég er ánægð með það. Það er bara nærðu. Nú ætla ég að hætta sem melludólgur svo ég geti verið aðeins meira með fjölskyldunni. Mér finnst það bara rétt að skrifa hérna. Krakkar, nú verður pabbi meira heima. Já, og 38 ára og mér finnst ég að vera meira hérna heima núna. Já. Svo er það næsta og þetta er hressandi. Fílar nota oft tippið á sér sem 5. fótlegg þegar þeir eru þreyttir. Sturlu staðreynd og þetta er enn einn staðreyndur fíla sem ég er orðin virkilega hrifinn af. Fílar nota tippið á sig sem 5. fótlegg. Já, þeir eru þreyttir. Já, þeir eru orðin slappi eða svona búið að labba rosa mikið. Já, þú gerir þetta svolítið líka, Pétur, eða ekki? Þú er þreyttur og búin að standa lengi á sama staðnum og þá notar hann sem þriðja, eða ekki? Jú, en ég nota hann ekki sem fótlegg, sko. Nei. Nei, kallinn minn. Ok. Ef ég er þreyttur þá nota ég hann bara í eitthvað annað. En svona sem standara þá? Nei, ég ætla ekki að fara þangað maður. Nei, ég hafa lítið sem að hann er notað yfir höfuð. Næsta. Meðal maður eyðir ári af ævi sinni í að horfa á konur. Sturlu staðreynd. Já, meðal maður eyðir ári af ævinni. Já, sann í heildina. Já. Ég skal alveg trúa því. Það er að gera margt verra við tíma sinns og sem. Ég bjóstu að það væri meira mér. Já, ég held það mér þess að líka. Við varum alveg hreinskilin. En það eru kannski bara pervertarnir í okkur. Já, ætli það ekki. Næsta. Svo er það næsta. Hundar eru með gáfur á við 2 ára krakka og skilja alltaf 250 orð. Já. Já, það er svona eins og með 2 ára barn, það er með svipaða gáfur og hundur. Já, það meikar alveg senn, sko. Og skilja þeir 250 orð. Já, allt að 250 orðum. Það er auðvitað að vera að tala um einhverja mjög gáfaða hunda. Hundarnir sem ég hef átti gegnum tíðina skildu ekki 250 orð, ég get alveg lofaði því. Nei, og það mátti kallast gott ef einhver af þeim skildi bara orðið nei. Það er allavega þeir hundar sem ég hef kynst. Það er bara nei, og þá bara heldur þeir áfram. Það er nú ekki flóki orð. Nei, það er ekki flóki orð. Nei. Svo er það næsta. Samkvæmt risakönnun sem gerð var, ég fór að skoða þetta eins betur, samkvæmt risakönnun sem gerð var alla Ameríku, sögðu flestir að andfíla væri mesta turn-off sem til er. Já, bara flest fólk. Já. Fyrsta sem fólk geti ætti í hug þegar að tala um turn-off og hann var andfíla. Ég get nú alveg tekið undir það. Ég hugsa að það sé með því verra sem maður lendir í. Já. Ég hef ekkert lent í því svo sem. Í stelpum? Já. Nei, er ekki. Og líka bara fyrir stelpur ef að strákar randhúlir. Já, ég meina varst að tala frá sínum bæn. Já. Það er, sko, ég líka, ef ég væri andfúll og væri í förstu sambandi, þá myndi ég líka bara vilja fá að vita.
Ég myndi vilja bara kærasta mér myndi segja mér, herðu þetta, fáðu þig tyggjó eða tannbursta eða eitthvað og lykta hann eins og hundur. Ég myndi aldrei vilja fara í einhverja svona grafgötu með það. Nei, ég segja með þér. Já. Maður myndi vilja vita. Er ég antúll? Nei, ég hef ekki orðið, var við það? Stundum? Nei. Ok. Nei, alls ekki. Værirðu til að kissa mig? Nei, en það er ekki að því þú ert andfúll, samt. Nei, ok. Svo er það næsta. 80.000 karlmenn á ári fara í lýtaðgerð á líkama sínum og þá er ekki verið að tala um andlitaðum, það er að tala um kálfa, brjóst, maga, rass og fleira. Hvað er að frétta hérna í alvegni? Já, hvaða heilbriði, myndir ekkert maður fara í lýtaðgerð og láta að gera... Laga kálfana? Nei, það er verið að tala um sílikon, sko. Það er að setja sílikon í kálfanaður og sílikon í maganaður og brjóstkassan og... Nei, ég myndi ekki gera það. En það er, sko... Ef einhver í kringum myndi gera það, ég myndi afneita honum sem vin. Er það? Já. Ef þú ættir einhvern vin sem ætti bara alveg geðvikt mikið af peningum. Já, geðvikt mikið af peningum... Hefðu ekkert við það að gera. Já, ætti þá að setja bara sílikon í kálfana sér eitthvað? Já, ég meina, þú veist, ef ég ætti eitthvað bara alveg filthy, bara, væri alveg bara viðbjóðslega ríkur. Og ég væri eitthvað bara, ég veit ekkert hvað það sem er, ég spáði að fá mér sílikon í magan. Og myndir þú þá bara, ég ætla bara að afneita þér sem vinn? Nei, ég myndi reyna að tala við þig áður en þú færir í aðgerðina, það er nokkuð ljóst. Já. Því að þetta er bara... En þú veist að þessi menn sem er að setja sílikon í magan á sér, það er að því að þeir eru með maga og það er að reyna að gera á stærri, sko. Já. Þannig hvað ætlað þú að gera sílikon í maganum á þér? Gera maga við hann á stærri. Ertu að segja ég sé ekki með neina? Það þurfti bara að sprauta í mig magavöðum. Ætli sér geta að kaupa það þá líka? Já, fyrir peningi sem þú ert að tala. Gera það bara af einhverjum öðrum og græða það á mig. Og gefa þér það. Já. Svo er það næsta hérna. Ithiphalofóbía. Ithiphalofóbía er hræðsla við hörð tippi, eða tippi í standi. Já. Það er bara næsta. Já, næsta, já. Internetfíkill, þetta er síðasta, já. Internetfíkill er sá sem er 6 tíma eða meira á dag að gera ekkert sérstakt á netinu. Það eru held ég ansi margir í kringum hann internetfíklar. Já, sem að er bara í rauninni spurningum að fara á netið. Þú veist ekki hvað þú ert að fara að gera þá. Já, bara hanga á Facebook og Twitter og já, yfir allan daginn. Og yfir 6 tímum af deginum í rauninni að brása ekkert. Já. Skoða bara eitthvað fréttir og það er annað þú ert að vinna þar, skilurðu. Vinna, já, við það. Já, þú ert að vinna eitthvað á netinu. Já. Þetta er bara að tala um fólk sem er heima að hanga á netinu, sko. 6 tímar á dag, það er líka slætti. Það er gríðalegt, maður. Já, mér fannst þú ekki taka neitt rosalega utan neina sturlaða starrinn. Fannst þér að lélegar þetta? Nei, mér fannst það allar frábærar. Mér langaði svolítið að tala um þessa fóbíu við harða limi. Já. En þú veist, það er alltaf einhvern veginn svona, eitthvað svo skrítið, sko. Ég bara svona... En þetta er til. Hvað segirðu? Þetta er til. Já, en ég meina, hvernig ætli svo fóbía og hvernig ætli þetta fólk sem að býr til þessar staðrendir, hvernig er þetta allt, hvernig æxlast þetta allt saman? Hvernig bara fer einhver sem er með þessa fóbíu til sálfræðings og segir við hann, ég er alveg óbúslega hræddur við harða lím. Og eitthvað... Sálfræðingurinn, já, er það? Já. Og svo fer sálfræðingurinn og talar við annan sálfræðing. Já. Segir, ég fekk mann dæma sem er óbúslega hræddur við harða limi. Er það? Ég fekk annan líka. Já, skýrum þetta eitthvað. Já, skýrum þetta. Þetta er einhver fóbía sem er til. Já, þetta er ithiphalofóbía. Já, þú veist, mér finnst það mjög áhugavert. Já. Og fílarnir sem eru þreytir. Já, þannig að basically þið var skemmtilegt allt með tippin bara. Já, í rauninni, sko. Ef það er tippi og prump og rass og svona, þá er ég til. En það er ekkert rosalega þægilegt að vera með konu í sambandi sem er með ithiphalofóbíu. Nei. Það er bara eignast börn og svona. Nei, nákvæmlega. Nei, það er í vesinn maður. Hún er hrædd við þetta. Já, í þínu tilfelli eru nú örgulega margar hræddar. Og lagið Daughter. Blöð, ég var að ræða það. Nei, ég hef ekki sleppað og hlusta bara smá Pearl Jam. Þetta er ekki eins og lagi á leiðinni heim. Ég sá þetta bara inn í tölvinu og bara, herðu, hvað er að frétta? Daughter með Pearl Jam og ég hef aldrei spilað það. Þessi hljómsveit er í miklu uppáldi af mér. Heitir Pearl Jam og lagið heitir Daughter. Við sitjum hérna við Pétur Jóhann og verðum með ykkur alveg til 6 í dag, kæru hlustendur. Og það er komið að hlut sem að Pétur hefur ekki gert en allir aðri gestastjórnendur hafa gert og það er að segja okkur 10 hluti sem við vitum ekki um hann.
Þú varst með þetta tilbúið fyrir fram aðeins, Pétur? Já, ég er með þetta tilbúið hér og... Þú ert með einhverja 10 hluti sem við vissum ekki þig. Já, ég veit svo sem ekkert hvort að þetta eru hlutir sem að enginn veisi mig, sko. Nei. Við skulum svona láta á það reyna, sko. Fíla. Þú nú við, hvað var þetta? Já, hérna er þetta. Ég er frekar... Nei, ég ætla að sleppa frekar. Ég er vonlaus kokkur. Það er bara ekki neinum blöðum það að fletta. Nei, þú ætlar að segja freka vonlaus en breytið þið bara í vonlaus. Já, ég er alveg vonlaus. Það skortir einhvern veginn allt frumkvæði líka í þetta hjá mér. Já, ég þekki það. Þú veist, að rífa mig af stað og fara út í búð og, þú veist, hérna, ég var til dæmis sko út í Flórída með Sveppa. Já. Hann er ekki svona. Nei. Hann er svona... Hann hendi sér í allt. Hann fer út í búð og kaupi. Hann var bara ákveða í hausnum á sig, sko. Þú veist, ef hann er að fara að búa til nesti, þú veist, hann bjóð til nesti, sko. Já, hann ger alltaf nesti. Já, bjóð til nesti, sko, hann var skipulegjan, sko, daginn áður. Já, ok. Þannig að ég er meira svona þegar við erum að fara, þá er svona, byrju, en nesti. Það er orðið og seint maður, ég vil bara vera að kaupa hérna eitthvað og kaupi svo eitthvað krósant drasl og eitthvað svona. Hann er búinn að skipulegja þetta, hann er búinn að kaupa allt í þetta daginn áður, frista það sem hann þarf að frista og svo er þetta allt alveg svo er hann byrjaði að sjóða egg, hann sauð egg daginn áður til að hafa þau tilbúin bara daginn eftir. Þetta er mér fjár, ég hef mjög gaman að fara út í búð og versla en ég er vonlaus kokkur en það sem ég er líka, það sem að bögga mig og ég held að sé það saman með þig, ég er svona hræddur líka bara við að henda mér út í það, byrja. Það er frumkvæðis. Nei, ok, vonlaus kokkur. Ég get orðið pirraður út af engu. Ok. Ég get orðið bara allt í hennu pirraður inn í mér og inn í hausnum og í líkamannum og svona og ég veit ekkert. Get ekki sett fingur á hvað gerðist og hvað gerir það verkum að ég er svona pirraður. Ég skil þig. Og gerist þetta oft? Jú, svona... Þú ert nú ekki oft pirraður eðlis? Nei, þetta er oft svona bara, þú veist, ef ég er bara heima eða eitthvað bara, þetta er alveg fáránlegt, sko. Þetta aukast eftir ég fór að eldast, sko. Ok. Nú er hann 40 ára gamall og ég er oft bara pirraður og ég þarf oft að staldra við bara byrju, hvað er það sem að af hverju er svona pirraður? Ég þarf að spurja mig að því, skilur og ég get ekki svarað þessu og ég er bara einn inn í bíl bara eitthvað, hafði ég ekki maður það hefur eitthvað komið fyrir og sjálfur pirraður? Já, bara sjálfur pirraður. Kannski er það bara því að ég var að kaupa með ból og enginn búinn að segja að hann sé flottur. Nei, eitthvað svona. Nei, já, verður pirraður á dengu. Þetta er samt ekkert, þetta er eitthvað svona, þú veist, ég er ekkert að fara inn á bensínstöð bara með haglabissuna, sko, eða þú veist. Nei. Það er ekkert breaking down. Nei, þetta er ekkert svolítið. Nei, falling down, segi. Herðu, næsta. Ég þoli ekki sólavörn á líkama mínu. Ég þoli ekki að vera hann á mig, ég þoli ekki að vera með hann á mér. Ég verð að gera það því að ég brenn allur og er ógeðslega astnalugur í sól, skilur við svona og ég er allur loðinn og að bera þetta á sig er bara geðveikt vesen. Ég næ ekki einhvern veginn á baki á mér og ég hef ekki í mér að vera að biðja fólk að bera á baki á mér af því að ég er með eitthvað svo astnalegt bak og þetta er allt eitthvað kjaftaðis. Þannig að sólavörn er bara ógeng vesen, sko. Ég er bara þoli ekki sólavörn. Djöfull er að pirrandi maður. Og allt svona klístrað og sveitt og ógeðslega. Þannig að þú fílar ekki að vera í sólbað? Nei, og svo fyrir utan það, þá þoli ég ekki að liggja í sólbaði. Ég verð að vera að gera eitthvað. Já, ok. Þoli ekki að liggja bara í einhverjum bekk og bara bíða til að sólinn grilli mig. Þú ert að vera svolítið reiður, þetta er 10 hluti sem við vissum ekki. Já, ég er brjálaður. Ok. Svo svitna ég bara hægra mín, eða miklu meira hægra mín. Já, bara allstaðar, bara hægra mín á líkamann þá? Já, bara, þú veist, til dæmis í handakrikanum hérna hægra mín. Já. Og það er bara búningakonur sem hafa unni með þér í gegnum tíðina. Það eru bara steinhissa á þessu. Okay. Og stundum er bara annar handakringi rennsveittur. Kominn bara bleita í gegnum alla skyrtur og jakkaföt og drast. En ekki þetta vinstra mín, ekki neitt. Já, ok. Þetta er þroskatæft. Já, þetta er magna. Ég skil þetta ekki með þér. Nei, það marst þegar þú skilir ekki þarna. Nei, menn, hvað rugl er þetta? Akkur er bara hægra mín? Er ég eitthvað... Hægri sinnaður eitthvað? Nei, ég meina, ég hlýt að vera eitthvað bara, það hlýtur að vera eitthvað geðveik starfsemi hægra meginn og bara ekkert að gerast inn mig. Þannig að ég ætti kannski að skoða, nei, ok, næsta mál. Já. Ef ég fæ heimsókn á óhentugum tíma að mínu mati, hendi mín, þá er ég mjög erfitt með að leyna því við fólkið sem að kemur, við mikið af fólki. Og hvað kallar þau svona óhentugu tími? Það getur verið hvað sem er.
Já, bara þú vilt ekki fá það heim til þín. Já, ef ég nenni ekki að fá heimsókn. Kannski á þessum tímapunkti sem þú ert pirraður út í sjálfa þig, út á engu. Nei, bara þú veist, ef ég er búinn að segja þessu svo kannski, þú veist, ef að allir eru farnir á heimilinu nema ég og litli sonur minn. Já. Og ég er búinn að hlakka til að við fáum okkar tíma saman og það kemur einhver í heimsókn þá verði ég svona eins og kleina, sko. Já, ok. Get ekki lent í. Getur ekki verið þess, svo. Já, og segi bara, þið gáttu ekki komið á betri tíma, maður. Ég var búinn að hlakka til í 2 daga, maður, að fá að vera einn hérna með drákinn, maður, og þá ákváðu þið allt í hérna að koma. Já, og fólk alveg, nei, við getum komið setna. Nei, við líka komin, fyrst þið eru komin. Já, gæðalega. Ég get verið svona. Ok. Ég þefa, þetta er næsta. Já. Ég þefa af drasli. Ég þefa af svona nýjum símum. Og tölvum. Ég hef reyndað þegar þú segir það. Og svona pennum. Það hef ég orðið varfið það hér. Ég þefa af ýmsu, svona, öllu svona nýju og jafnvel bara hinn og þessu. Ég bara tek dót og ef ég sé ástæði til að þefa af því þá ger ég það. Og veskjum og svona ef ég er í búð og sé eitthvað veski og fullt af svona í veskjadeildinni sem er svona leðurbuddur og svona drast. Þar get ég staðið í 10 mínútur að þefa alveg sjúga í mig leðurlykt. Þetta er alveg mega fáránlegt, sko. Ég vil helst ekki lána dótið mitt. Ennþá bara í dag, fertur. Já, minna mannst ekki þegar ég lánaði sundskiluna mína. Jó, þú hafði líkar áhyggjur. Ég var hérna útskýrð þegar ég verð bara að fara í sund. Hvaða laug þetta að fara í? Hvað eru Pétur, er þetta okkur í livjum? Ég er bara á leiðinni í sund. Lána með skílu. Það kom snúður á mig, mannst þetta? Já, ég man eftir þessu. Svo lánaði ég skíluna. Já, og svo bara, hvað er skílan? Ég var alltaf komið nú lauginni, sko. Já, og svo mörgum vikum setna þá varst ekki búinn að skílinni og ég hefði, hvað, þetta með skíluna með þér? Þetta var ekki eins og þetta voru bara eitthvað stup. Ég glemdi skílu, sundskílu sem ég á, sem er mín uppáhalds. Já, og ég senda hana. Ég glemdi henni í sundlaug, sko, á Kleppjátsreykjum, eitthvað þar út á landi. Já. Fór í sund þar og eitthvað áferð landið og eitthvað, og glemdi henni þar og var komin heim og ég ætlaði að fara að keyra og ná í hana, sem er nú bara 2 tíma akstur, sko. Eða næstu því. 1 klukkutíma og 40 myndu kannski. Heyrðu, nema hvað? Ég hringdi bara í laugina og þeir sendu mér hana. Já, ég man eftir því. Bara á mínu nafni. Það var af því að ég man eftir þessari sögu því að þú varst að útskýra fyrir mér því að þætti voru væntu sundskilnar af því að ég held að þú hefði fatt að það kom snúður á þig þegar ég var að biðja að lána með sundskilna. Ég var erfið með þetta. Ég vil helst ekki lána dótið mitt. Ok. Ég pissa sitjandi. Alltaf. Hvað er það? Jóhannes Ásbjörnsson gerir það líka. Já, ég hef gert þetta frá því að ég las einhvers staðar að það væri þetta minnkaði líkur á krabbameini í blöðruhálskirtli hjá karlmönnum sem er mjög algeng. Já. Ég las það einhvers staðar. Já. En ég meina, svo er þetta náttúrulega, það er auðveldara, þú veist, þú kemst upp með að þrífa klósettin sjaldnar og ég er mjög ánægð með það. Ok. Ef þú stendur, þá kemur svo mikið fruss. Það fyrir oftar á setuna og svona. Já, ég veit það. Og svo kem ég inn á hérna, það sem er búið að koma inn á hér í þessum þætti í gær, að ég elska Samsonite töskur. Og það eina sem ég keypti í þessar 2,5 viku sem ég var þarna úti í Flórida, eina sem ég keypti fyrir sjálfa mig, var Samsonite bakpoki. Já, sem að þú varst gríða lánaði með þess að sveppi mér, varst að sína honum alltaf hólfinn og... Bestu kaup sem ég hef gert. Þetta er svo vangefinn græja. Og svona Samsonite töskur. Þú veist, þú getur keypt bakpoka sem að heitir bara Johnny's. Já. Og rennilásin er alltaf lög. Það er sen, já. Það festist í drasli. En ekki á Samsonite. Rennilás Samsonite, I was way off. Já, Samsonite. Þessi bakpoki er svaðalugur. Þetta er svona lítill, í rauninni, skipulagsbakpoki. Það kemur inn á 10. atriði. Ég elska þegar allt er í skipulagi. Já. Þegar ég næ að hafa drasli mitt á einhverjum stað þar sem ég veit nákvæmlega hvað það er og ég vil ekki að annað fólk sé neitt að fokka í því. Já. Þá er ég mjög ánægður. Þá líður þið vel. Já. Ef ég get verið búinn að raða pennum í bakpokan og setja veski þar sem að það á að vera, síman á einhvern stað í bakpokanum, svo get ég verið með svona möppu undir einhverja pappíra og drasla á einum stað, sett svo fartölvuna þarna einhver staðar líka. Þetta er fartölvu bakpoki. Þetta er svakalegt, drengur. Já, ég þarf bara að sjá hana bakpoka, Pétur. Þú verður að sýna hana, maður. Já, ég heyri þú gríðarlega spenntur yfir hún. Þetta voru 10 hlutir sem við vissum ekki Pétur Jóhann. Hvað segirðu? Fannst þér þetta eitthvað asnalegi 10 hlutir eða? Nei, ég grenja á hlátrinni, það er virkilega gaman aðeim. Já, sagði þetta í einhverju kaltani held ég. Alls ekki, við bara skuldum hérna örstuð skilabóð sem við þurfum að hoppa í. Svo endum við á lægin á leiðin heim. Varst ekki komin 10? Nei, það var síma þetta eftir maður. Nei, við þurfum að geima það bara.
Það bara veistlega sem við veitir, klukkan að verða 6, þannig að við höfum bara eftir lagi á leiðinu heim. Fáum örstuð skilabóð svo komum við aftur. Þá verð ég að gera eitt. Svona grein bara fyrir fólki, bara spilta FM 95 Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúatæ. Við kynnum sprengklægilegt tilboð fyrir áskrifendur í Stöð 2 Vild. 25% afsláttur á einn vinsælasta gamanleik í sögu íslensk leikhús á sama tíma að ári. Áskrifendur fá miðan á aðeins 3.300 krónur í október í Reykjavík og í nóvember á Akureyri. Tryggðu þið miða í síma 5688000 fyrir Borgarleikhúsið eða í síma 451.000 fyrir Hof á Akureyri. Stöð 2 Vild snilld. Eldbökudagar, Prús Ritzó, jafnt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 5777000, láttu vaða. Ritzó. Endurgreiðsluleikur Orkunar í fullum gangi í þessum mánuði. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Eða kannski endurgreiðsla, alveg vinstri hægri. Orkan. Síminn hitar upp fyrir Airwaves með tónleikum á Factory alla miðvikudaga í október. Í kvöld, Ásgeir Trausti og Snorri Helgason. Húsið opnar klukkan 21 og tónleikarnir hefjast klukkan 10 og það er ókeypis aðgangur á meðan húsrúm leyfir. Fylgstu með okkur á Facebook og legðu eyrun við á miðvikudögum í október. Meira Airwaves með símanum. 12 ára og yngri borða frítt með fjölskylduna á American Style í október. American Style. Við kynnum sprengklægilegt tilboð fyrir áskrifendur í Stöð 2 Vild. 25% afsláttur á einn vinsælasta gamanleik í sögu íslensk leikhús á sama tíma að ári. Áskrifendur fá miðan á aðeins 3.300 krónur í október í Reykjavík og í nóvember á Akureyri. Tryggðu þið miða í síma 5688000 fyrir Borgarleikhúsið eða í síma 451.000 fyrir Hof á Akureyri. Stöð 2 Vild snilld. Eldbökudagar, Prús Ritzó, jafnt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 5777000, láttu vaða. Ritzó. Endurgreiðsluleikur Orkunar í fullum gangi í þessum mánuði. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Eða kannski endurgreiðsla, alveg vinstri hægri. Orkan. Síminn hitar upp fyrir Airwaves með tónleikum á Factory alla miðvikudaga í október. Í kvöld, Ásgeir Trausti og Snorri Helgason. Húsið opnar klukkan 21 og tónleikarnir hefjast klukkan 10 og það er ókeypis aðgangur á meðan húsrúm leyfir. Fylgstu með okkur á Facebook og legðu eyrun við á miðvikudögum í október. Meira Airwaves með símanum. 12 ára og yngri borða frítt með fjölskylduna á American Style í október. American Style. FM 95 blöð. Á FM 95. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Klukkan að verða 6 við Pétur Jón. Nei, ég að prófa þetta. Pétur Jón Sigfússon fyrir maður hvaðið hérna Rikki G. mættur í stúdíóið og ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld. Ef maður andar þetta, þá kemur bara... Varstu að anda núna? Ég er að draga handan að mér og það bara... Þannig að ef að Þorgeir Ástvalds... Ef að Þorgeir Ástvalds væri með þessa græði, það væri alveg... Þú veist, hann er alltaf við á línunni, umferðaráð og það væri... Ég væri til í að skella þess á kjaftina á honum, maður. Teipa þetta bara við Geir Ástvalds, maður. Teipa þetta bara á hann, maður, og láta hann vera með heilan þátt á Reykjavík síðdegis. Með þessa græju sem að Pétur keypti út af Flórida, hann er búinn að hafa virkilega gaman henni. Ef þú verður með hann þetta næsta miðvikudag, þá brýti hana.
Nei, ég er að grínast. Ef ekki hafa hana hérna bara, leifa fólki að vera með hana. Já, ég gefum hana aðeins. Það er eins og að koma á lokum hjá okkur Pétri klukkan orðin 6. Hann er mættur hann Rikki. Við þakkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Heldur að Hjörtur Ála hefði ekki gaman að þessu? Hjörtur Ála. Hjöppi gá. Djók, ég var að djóka, þetta er ógeðslega. Við ætlum hins vegar að enda þáttinn í dag á laginu á leiðin heim. Já. Og það er lag sem ég hef valið með Band of Horses, ekki Funeral sem ég hef spilað nokkuð sinnum. Heldur lagið No One's Gonna Love You. Enginn mun elska mig. Nei, veistu það, Pétur, þetta er eins og ég hugsa áttur í sé þig. Það mun enginn elska þig eins og ég elska þig.